Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum á staðnum sem við ætlum að svona leitast við að heyra í Guði. Við ætlum ekki að eltast við að heyra í hégómlegum hugsunum og tali manna. Heldur ætlum við að stíga yfir það allt saman og segja: Drottinn, hér er ég. Tala þú allt sem þú vilt tala. Og að þegar við bjóðum nú þessa kveðju að koma til okkar, þá skulum við vænta þess að Drottinn komi og tali þá það sem hann vill við okkur segja. En að því að við þekkjum hana góðu einu, þá líka væntum við blessunar úr þessari átt, og það líka megum við alveg gera. Við megum vænta blessana frá honum vegna þess að hann er verður. Ég spyr nú bara á móti, hvenær hefur hann brugðist mér eða þér? Ekki svo að skilja ef við séum að eltast við það að einhver hafi brugðist einhverjum. Heldur erum við að benda á það að Drottinn kemur, talar í kærleika sínum, í visku sinni, í trúmennsku sinni, við mannin og við trú hans. Hann er að eltast við trú hans. Hann er að virkja og nota trú hans. Þannig að boðunin er á vissan hátt í gangi alla ævi, en eftir að trúin er komin, þá verður boðunin, svona meira hvatning til að stunda það sem að Drottinn vill. Boðun. Er þetta öfugmæli? Kannski að einhverju leyti, en þetta er hvatning til þess að þú haldir áfram að gera þau verk sem að þú varst kölluð til að gera af þá boðuninni. Þetta er allt afleiðing af boðuninni sem að einhver fór af stað með, einhver var að gera, því að menn gera köllun sína, og fyrir einhverja er köllunin hún að boða öðru fólki trú sem þekkir ekki trú, og svo þegar að trúin er komin, þá er önnur köllun hjá öðrum einstaklingi hún að fræða mannin, tala Guðs orð og leggja ofan á þann grundvöll sem að búið var að byggja upp, verðmæti. Orð Guðs er verðmæti. Orð Guðs er aldrei tré, hey og hálmur. Þetta er köllun þess sem hefur köllun til þess að tala út Guðs orð, að hann byggir málflutning sinn upp þannig að það bætist við grunninn. Hann er kannski innan gæsalappa smiðurinn sem hjálpar til við að smíða húsgögnin sem að koma inn þegar veggir eru komnir upp, gluggar eru komnir í, þaki komið á og búið að hluta húsnæði þannig sér niður að það er í því herbergi, en það er ennþá tómt og prýtt, sópuð og prýtt, en núna er komið að því að fara að raða inn í þetta húsgögn. Og í eina tíð, kannski er það ekki lengur og er ekki lengur, þá smíðuðu nú laghendir menn þetta bara sjálfur meira og minna, eða fengu ykkur til þess. Og hann smíðaði, sá sem að var fenginn í verkið, sérsneið á sönd sem að passaði inn í þessar vistar vörur. Og þannig er með boðunina, fræðsluna, að hún er sérsniðin að öllu leyti fyrir einstakling. Hún er sérsniðin fyrir mig og hún er sérsniðin fyrir þig, en getur verið af öðrum meiði, en með ræturnar í sömu átt og ræturnar sem að ég er með
sem liggja til Krists. Þetta svona ákveðin kennsla og þetta það sem að gerist af því að við erum að lúta vilja lifandi Guðs til þessara verka og allra annara verka. Með öðrum orðum, trúin gerir að verkum og skilningurinn og orði Guðs að verkum líka að þú segir að ég get ekki drattast með sjálfan mig þegar ég að ákalla nafn Guðs, þegar ég að fara að vinna á akri Guðs. Þá get ég ekki drattast með sjálfan mig. Ég verð að deyja þessu sjálfi. Og þetta í hvert skipti gildandi boðskapur þegar að þú ferð af stað, hvort sem það ég eða þú. Það gildir alveg sama lögmál mig og þig. Þetta eitt af því sem við þurfum að vita Þetta eitt af því sem við þurfum að vera undir vegna þess að við erum áfram bara menn. Og maður bara gerir alls konar sem hann ætlaði sér aldrei að gera og vildi aldrei gera en gerði. Hvað þetta að gera við því? Lítið hægt að gera við því. En menn verða þá bara að sjá að sér til að þið gera þetta ekki aftur. Það nú einni visku lærdómurinn. Það að gera það ekki aftur sem að maður hefur gert. Þetta hefur maður margt gert sem að maður kannski hefði ekki átt að gera. Ég held að það gildi alveg sama þig. En sumir sjá þetta sem gott, aðrir sjá ekkert við þetta sem ekki alveg eins gott. En sumt bara rétt. Við þurfum að vera með skilgreiningun á fullu. Sumt bara rétt. Sumt bara þarf að gera. Og það kann að verða svona kannski, ég vil nú ekki segja hart, en svona einhvað sem að stuðaði einhvern, en stundum bara þarf það að gerast inn í umhverfinu. Af hverju? Ætli það sé nú ekki bara aflið sem vekur hvað oftast fólk upp í kringum okkur. Ég hugsa það. Það fær svolítið högg. Fannst þetta óþægilegt? En menn vöknuðu af þessu og tóku upp þá stefnu sem þeir vildu alltaf taka, en það vantaði alltaf herslumuninn. En svo gerðist eitthvað sem að kveikti í fólki að taka sér taki. Af hverju? Það búið að vera svo mikill drungi yfir kristnu lífi núna í allt of langan tíma. Og Drottinn náttúrulega vakandi Guð og hann ann hjörðinni sinni og hann veit náttúrulega alveg í hvað ásikomulagi hjörðin ég og þú. En svo vekur hann fólkið. Vekur hann með hvaða hætti? Já, bara með þeim aðferðum sem hann veit að duga. Af hverju? Af því hann vakir yfir okkur. Hann með okkur í lófa sínum. Og hvað vill hann sjá? Af hverju vill hann að við vöknum? Af því við höfum ekki gott að því að sofa bara og sofa. Það gott að sofa, jú. Það gott að hvílast. En stundum bara einhver doði yfir. Og þá viljum við helst bara vera undir sæng og lúra þar. Daginn út og inn. Og þá má nú spyrja árangur, þá má nú spyrja verk, þá má nú spyrja allt og þetta liggur allt niðri. En svo gerist eitthvað, hjá flestum gerist það nú líklega að menn bara taka sér taki, þeir hlaupa í sig. Og hvað? Hefjast handa og það aftur komið líf í kroppin. En það þarf alltaf einhvað til að komist líf í kroppin. Að hlaupa í sjálfan sig ekkert annað að þú tekur ákvörðun að láta nú eitthvað fara að hreyfast. Og hvað ertu að meina? Þú ert að meina einhvað hjá þér sjálfum sem að þú sérð að stefna í einhver leiðindi með. Einhverja deyfð og einhverja depurð.
Þetta eru ástand á manni sem er alltaf að koma upp. Og Drottinn er alltaf að taka á þessu. Og hann hefur aðferðirnar, hann hefur leiðirnar. En hann er alltaf að ýta á sömu kaunin í raun og veru. Að hann vill að við vöknum af því. Og kannski þarf sársauka til þess að vakna af því. Ef þú ykkur stingur fingri í aumt sár, þá tekur viðbragð. Þið finnst þetta óþægilegt. En þetta er líka svartið þínum að þarna var eitthvað í gangi sem að þú þarft að fara að losna við. Og hann sér að það ætlar ekkert að hreyfast neitt. Ok, þá tek ég bara til minna mála, gæti hann sagt. Og þetta erum við að sjá aftur og aftur. Svona eftir á að hyggja að mörgu leyti þá vorum við bara fegin því að eitthvað gerðist sem að hristi aðeins upp í okkur. Þannig að ef að Guð er með í verki, þá verður engin fyrir tjóni af neinu svona, heldur verður þetta allt til góðs. Menn taka jafnvel bara stöður sínar út frá þessu. En ég segi það líka að þetta þurfti aldrei að fara svona langt. Þetta þurfti aldrei að detta niður í þessa lægð að bara menn voru með sængina upp fyrir haus. Þetta þurfti aldrei að fara svona. Af hverju? Og hvernig stöndum við vörð? Við stöndum vörð í trúnni með trúnni. Og þá er hún með alla þessa þætti í fínu lagi. Frá degi til dags, bara árum saman. Að vera með deyfð og drunga yfir er bara val mitt og þitt. En þarna kemur veikleiki manna berlega í ljós. Þegar við erum að draga yfir okkur einhverja slíku, einhverja hugsana og áhyggna sem eru kefjandi, sem eru slæfandi, sem eru ekki góðar. Og þetta er allt saman hjálpast við að búa til þetta slen og lokum eitthvað sem við bara, við getum bara ekki átt við þetta lengur. En Guð segir, þá skal ég koma inn. Og þá gerist eitthvað. Og menn kippast við. Og sumir kveikja eldin. Og þeir eru ákveðnir í að halda verkinu áfram. Þannig það varð aldrei neitt tjón. Hversu oft hefur þetta ekki gerst í ranni Drottins, að það kemur einhver leiðinda hreyfingu upp og en svona eftir á hyggja þá var þetta allt í góðs. Af hvaða mynd erum við nú að draga upp? Algóðum Guði. Við erum að draga upp þá mynd. Og hann er það, hann er algóður Guð. Og hann, eins og orðið segir, sér ekki eftir neinu. Og aldrei sé ekki eftir því að hafa frelsað mig og þig. Bara aldrei sé ekki. En hann hefur oft þurft að gera ýmislegt til þess að við vöknum. Því að það er svo stutt í allar þessar tilfinningar sem vekja upp þessa sjálfsvorkun. Við skulum ekkert gera lítið úr henni, hún er þarna. Og allan pakkan sem henni fylgir. Og þegar við erum dottnir niður í sjálfsvorkunina, að þá er nú bara stutt eftir í það að við bara hreinlega drögum upp fyrir haus. En við erum líka fólk sem getum vel hrist þetta allt saman af okkur. Og eins og við vorum líka að tala þá er það nú oftast það sem gerist, en stundum þarf Drottinn að hreyfa pakkan.
Og hann gerir þetta með þeim hætti að eftir er tekið. Að hann vill ekki að þetta fólk, ég og þú, sé með eitthvað slen yfir okkur. Hann vill að við störfum saman við þetta. Gerum þetta saman. Og við öll sem eigum trú höfum hana til að virkja þessa samtengingu. Og þegar við störfum saman, þá er það vegna þess að trúar samtengingin er virk. En hún vill rofna. Að því við stöndum ekki alltaf vörð þetta sjálf. Ábyrgðin er mín að svo rosalega miklu leyti. En bæði ég og þú, við eigum til í okkur einhvað sem heitir trú og hún bara sleppir ekkert af okkur hendinni. Hún tekur ekki frammi fyrir vilja ákvarðanir mínar. Ef ég vil dvelja í sjálfsorkuninni minni, þá leyfir hún það upp að ákveðnum marki. Því að hún er að hugsa lengra. Hún er að hugsa mig og þig í ranni Guðs á sínum tíma. Og ef að trúin sér að þessu er eitthvað stefnt í hættu, þá auðvitað gerur hún eitthvað. Og við getum nefnt það að við hlaupum í okkur sjálf og rífum okkur upp úr þessu volæði og hefjumst handa. Fljótt erum við komin á staðinn aftur sem við vorum svolítið dottnir af. Þessi staður sem við duttum af út af, hann er þarna. En trúin, vakin trú, endurnar trú, hún kemur okkur þangað aftur. Og við byrjum, hefjum gönguna aftur frá þeim stað sem við stoppuðum. En akkur að stoppa. Akkur ekki bara halda áfram. Leyfa Drottni bara vekja okkur dug og hug í dag. Þá erum við alltaf á þessum stað. Þá stoppum við aldrei. Þá dettum við aldrei út á honum. Á þess kannski að trúin hverfi. Hún kemur okkur aftur upp á þennan stað að því hún er virt afl í okkur. Þannig að við sjáum að baráttan er öll þarna. Hún tilheyrir þessum manni. Að rækja sitt samfélag við einkum og sérlega í Guð og hann hefur allt í það. Hann á til trú, merkilega trú. Hann á til alls konar í sér sem Drottinn vill fá að nota og nýta. Allt þess að maðurinn byggist upp af og sé áfram þessi eldberi lifandi Guðs sem hann hefur verið. Já, hefur verið, þó kannski einhverjar lægðir hafi verið á milli. En þessar lægðir, þær koma vegna þess að við leyfðum einhverju að komast að okkur sem olli svona, doða. Það er ekki rétt. Þetta eru allt ferli. Við segjum að djöfullinn sé slóttugur og það má alveg segja að hann sé slóttugur. Og hann læðist náttúrulega eins og þjófur, hann er náttúrulega þjófur. Og hann reynir að skjóta inn einhverju, við vitum alveg hvernig þetta er. Þessin eru alltaf að lenda í þessu. En við höfum leiðina, við vitum hver þessi leið er. Upp með kross Krist. Höfum hann í öndvegi. Þau sjá að þetta er alltaf sama baráttan. Þetta er alltaf sama vinnan. Hún liggur í þessu. Hún liggur í þessum hlutum og engum öðrum. Þetta er það sem Drottinn vill tala við okkur. Þetta er eitt af því sem hann vill að við ígrundum. Þetta er eitt af því sem hann vill að bætist ofan á það sem fyrir er
Og hann er ekkert að leggja 3,5 í slóðina okkar. Hann notar ekki þetta sem byggingarefni. En við aftur á móti gerum það þegar honum sleppir. Akkur sleppir honum. Þannig við veljum að sleppa honum. Það er svo mörg ástæði fyrir því að við gerum það eins og vorum að tala um. Það kemur eitthvað slen yfir okkur. Það er eitthvað sem er svona að fjara út undan okkur. Þetta er trúarganga mannsins. Þetta er það sem Drottinn vill að við vitum af og lærum á að bregðast við. Og sumir og stundum, þetta er allur gangur á þessu, hvernig þetta er, hlaupum við strax í okkur. Hey, ég ætla nú ekki að láta þetta gerast. En stundum leifum við þess að danga, leifum við þess að grassera. Svo allt í henni er komin einhver allt önnur staða upp. Við erum jafnir stopp. Og svo erum við fallin af þessu stalli okkar. Eða þessu stað okkar, ekki stalli, stað okkar. En það er ekki allt búið þar með. En þá þarf Drottinn að keyra okkur upp aftur. Hann gefur okkur þessa hugsun að við þurfum að hlaupa í okkur. Og stundum notar hann annað fólk til þess að ýfa upp þennan dug okkar sem er eiginlega kannski engin akkurat núna. Af hverju? Af því hann fólki. Hann sér ekki eftir að hafa gert það sem hann gerði. Og hann ætlar að skila okkur þanga sem að hann vill að við mætum. Og hvað er það? Hjá sér, í ríki sínu á himnum. Það snýst allt málið. Þannig að markmiðið er alveg á hreinu hjá honum. Markmiðið er þetta. Þú, nefndu nafnið, hjá Drottni. Hann veit ævidagana þína og mína. Hann veit hvað ég á mikið lengt eftir og þú líka. En hann sér daginn í dag. Hann segir, við þurfum að halda Konráði Rúnari Friðfinnssyni gangandi í dag. Og það mun gerast. Fyrir utan það þá vill ég það. Og ég þrái ekkert meira heldur en að þetta gerist. Og þannig bara líða dagarnir og árin og áratugirnir. Hvað árin eru mörg sem eftir eru veit ég ekki. En ég veit hvað ég á að gera á meðan að ég endrega andan á þessari jörð. Ég þarf að þrauka, ég þarf að gera meira, ég þarf að vilja, ég þarf að gera meira, ég þarf að láta verkin tala. Ég þarf að byggja ofan á það sem búið er að byggja ofan á. Ég get ekki lagt inn 3,5. Þetta þurfa að vera dýri steinar. Og ég veit alveg, ég fæ þá þegar ég vinn í Jesú nafni. Sama gerist með þig. Við fáum þá þegar við vinnum í Jesú nafni. En eins og við öll vitum, þá gengur á ýmsu. Hver segir aðra sögu sem á annar borð þekkir Jesú Krist? Akkur gengur á ýmsu. Að því okkur gengur misjafnlega vel að sjá Jesú Krist í réttu ljósi frá degi til dags. Hann getur verið alveg stór og mikill fyrir okkur í dag, en það var kannski eitthvað allt annað í gær. Er þetta ekki rétt? Á hvað erum við að benda núna? Auðvitað veikleika manna. Við erum ekki að benda á neitt nema það. Hann er til staðar. Hann er aflið í okkur sem fær okkur til þess að draga bara sænginu fyrir haus. Við viljum helst ekkert fara á það. Við viljum ekkert gera. Við viljum bara hætta þessu, sleppa þessu, láta aðra þetta. En þá má spyrja, var Drottinn búinn að boða hvíldartímann þinn? Ég veit það ekki, það getur vel verið. Hann hefur allavega ekki gert það í mínu lífi.
Þannig að ég þarf víst að halda áfram að vinna þau verk sem hann ætlar mér. Og ég auðvitað hveti sömuleiðis til að gera þau. Því að það blessunin mesta. Það eru launin sem Drottinn hefur. Hann að blessa þig með þessum verkum. Því að þau eru svo mögnuð að þau auðvitað gera fullt af góðum hlutum, en þau blessa þig líka. Og kannski mest af öllu, þú kannski sjálfur fær mestu blessunin af verkunum þínum. Að þau erum að þjóna lifandi, góðum Guði sem sem elskar, sem veit hvernig hann á að umgangast fólk til þess að það haldi dampi hjá sér. Þetta það sem hann vill að við vitum. Og þess vegna hann að boða og tala til mann og kvenna orð sitt til þess að menn sé á þeim stað að vita þetta, að þeir eru og þær eru bara veiklunda fólk, vill svo sem vel, vill þjóna Guði, en á milli í ykkur deburð og lægð með sér sjálf, vegna þess að það er svo margt sem dregst að fólki. Ég þakka Guði fyrir það að hann gefst ekki upp á nokkru okkar. Er það ekki endalaust þakkarefni? Ég sé ekki en að það sé bara endalaust þakkarefni. Þessu verður ekkert breytt, vegna þess að Drottinn mun ekkert breyta sér. Við breytum okkur og erum þetta í dag og annað á morgun. En það sem breytist ekki á okkur er trúin. Hún hefur alla burði til að vaxa, verða meiri, verða áhugaverðari. Og það með það sem henni ætlað. Henni ætlað að verða áhugaverðari fyrir mig. Já, þú segir þetta með mér fyrir mig. Ég þarf að eiga vaxandi trú. Segðu þetta með mér. Ég þarf að eiga vaxandi trú. Trú mín vex. En það gagnast ekki þinni trú. Þín trú þarf líka að vaxa. Það er gott fyrir mig að mín trú vaxi. En það er líka gott fyrir þig að þín trú vaxi. Og hvað ætlar að gera í því? Þú voru að rækta hana. Sem einstaklingur og persóna þarf þú að rækta þína trú. Hvernig gengur það? Með það. Ætlar sé ekki bara eins og hjá mér. Það gengur stundu vel, en stundu gengur það ekkit sérstaklega vel. En við erum ennþá við þetta. Við höfum ekki enn lagt upp laupana. Við höfum ekki enn gefist upp. Og verði það aldrei hlutskipti hvorki mín eða þín að gefast upp. Gefast upp fyrir hverju? Fyrir Guði. Hvernig ættum við að gera það? Í hinu orðinni segjandi það og talandi sannleika að hann er góður Guð. Guð sem ann og elskar og hefur svo oft sýnt okkur kærleika, elsku og væntum þykki, en samt gefust við sum á okkur upp á honum. Þetta eru bara bendingar til mín veikleika minn. Þetta er ákveðin lærdómur að sjá þennan veikleika, því að þá þarf ég að vita það hvað ég get gert. Og hvað get ég gert? Verið í Guði í dag. Það er það sem ég get gert. Við erum með orð hans og vörum í dag. Við erum með bæn upp til hans í dag. Og svo framvegis og framvegis, það get ég gert. Þetta gefur mér styrk til að stíga yfir þennan veikleika. En hann er þarna. Hann drattast með mér. En mitt á mínu valdi að leyfa honum að komast fram fyrir eða vera áfram fyrir aftan. Hvað á að vera fyrir framan? Trúin mín, orðið og kærleikur Guðs. Þar vill hann vera. Hann vill að ég leiðist að þessu. Og hvað? Mér er ekki við neinni hrösun hætt. Og er það ekki það sem við viljum? Haga lífi okkar þannig að okkur sé ekki við neinni hrösun hætt. Við eigum allt í það. Við eigum Guð. Við eigum orðið. Við eigum samfélag. Við eigum hvort annað. Við erum fyrir hvort annað. Erum við það? Oftast já. Ekki alltaf.
oftast, ekki alltaf, eiginlega svakalegt að þurfa að segja. Oftast, flott, en ekki alltaf, það ekki flott. Þegar við erum þar, þá eitthvað í gangi og við stígum inn í eitthvað andrúm sem bara aldeilis ekkert gott. Af hverju? Að því menn sveiflast til. Ekki bara ég og ekki bara þú. Við öll sveiflustum til. Við öll þurfum að vita á þessu veikleika. Við öll þurfum að vita og átt okkur á þessu styrkleika á trúnni. Og hvað stendur eftir? Liggur það ekki fyrir? Við erum trúarmegin í okkur sjálfum. Þegar Drottinn vill það, þá erum við oftar og kannski oftast og alltaf þessi góð ilmur sem við viljum mæta. Er það ekki? Við þurfum öll að vera þetta. Og Drottinn hefur líka lykilinn í það, hann segir, elskið hverja aðra. Áttum við okkur á því hvað hann að segja, að elska hverja aðra. Og af hverju hann segir þetta? Hvað elska? Væntumþykja, kærleikur. Og þegar við erum með hann uppi, þá förum við að elska þetta fólk í kringum okkur. Ekki bara endurum og sinnum þegar vel leggur á okkur, heldur við erum bara þar. Og hvað mætir okkur? Sami góði ilmurinn. En ekki einhver ilda inn á milli. En þetta erum við. Stundum erum við ekkert að ilda. Og þú þekkir lykt af ildu, eða ekki? Og þér finnst hún ekki góð. Og hún heldur ekki góð. Þannig að ef við gætum okkar ekki á trúargöngun okkar, þá vofir þetta allt yfir okkur. Og þetta stingur sér niður einhvers staðar. Nema við ökum að okkur. Og það sem það hefur stungið sér niður, það kemur upp í svefniðinum og það einhver dauðn þarna. Veist, hann breiðir úr sér og hringurinn kringum það stækkar. Og ástandið ekkert sérstaklega gott. Við höfum ráð inn í þetta allt. Ég og Kristur saman í dag. Ég þarf að vera með mig í lagi. En ég eins og þú, að sjálfsagt ég get alltaf með mig alveg í fullkomlega góðu lagi. Þó ég geti staðið við það að ég vil ekki sé það nú. Ætla sé ekki eins með þig bara. Og hvað gerum við þá? Já, það nú náttúrulega viðbröð sem alveg sérstök kennslu út af fyrir sig hvað við gerum þá. Við getum bara snúið baki mannin og bara látið hann eiga sig. Og eða þá við getum líka tekið upp réttu myndina af þessu og sagt, hann líður bara illaði henni og það verður þá bara svo að vera. Og við reynum þá að lyfta inn eitthvað upp með einhverju sem við eigum. En stundum og kannski allt og oft þá bara látum við þetta að danka. Leifum hann bara eiga sig. Látum hann bara jafna sig. Þetta jafna hann sig. En það er náttúrulega að hjálpa til við að hann jafni sig, er það ekki? Þannig við sjáum að við erum ekki alltaf með sjálfu okkur réttum stað. Og við erum ekki alltaf fólki sem göngum fram fyrir skjöldu til þess að laga til í kringum okkur. Þess vegna þarf Drottinn að koma með einhverja sprengju inn. Og það fer allt á hreyfingu. Og það var einmitt það sem þurfti að fá allt á hreyfingu. Upp úr þessu fór þetta að lagast. Vegna þess að menn fóru að taka stöðu sína einn á eftir öðrum. Svona vinnur Guð. Hann þolinmóður Guð. En hann hugsaður starf sitt, hann hugsaður fólkið.
Og þegar þetta eitthvað farið að sljónka í þessu, þá getur það gengið og orðið svolítið dapurt, en aldrei til eilíðar, til frambúðar. Einhverju stað, þá kemur þessi hristing og menn taka stöðu sína jafnvel aftur. Þetta er svo Guð sem ég þekki. Þetta er svo Guð sem ég sé starfa með þessum hætti oft. Þannig það er engin bilbugur á honum. Við getum endalaust og ítrekka treyst honum. Treystu við honum. Ég veit ekki hvað menn gera. En ég veit að sumir taka af skarið og gera eitthvað og bæta þá ofta á tíðum gráu ofan í svart og ástandi verður jafnvel verra. En stundum höfum við vit á því að leyfa bara drottni að eiga, það er svona já, við leifum bara drottni að eiga þetta. Og vitum menn, eftir einhver tíma, að þá var aftur komið á jafnvægi og allt orðið eins og var. Meirar auðvitað, því ef að menn átta sig á því hvað er í gangi, þá verðum við nú að trúa því að í kjölfari komið einhver meiri styrkur út úr þessu. Þannig við megum alveg líta á allt svona sem betra en var. En það er nú bara þannig með okkur að stundu þurfum við að fá svona svolitla sprengju inn. Er ekki mannkindin einkennilega löguð skepna? Hún er það. En þetta er það sem að drottin er með. Þú og ég erum þeir fólkið sem hann er að nota á sínum akri og fólkið sem hann dó fyrir. Og sá sem að dó fyrir mannesku, hann hlýtur einnig að vilja gera allt fyrir hana til þess að hún skili sér þangað sem að hinn uppreisni er og við veitum hvar það er. Hann situr við hægri hönd föðurins á himnum. Og þangað stefnu við öll, sem auðvitað er gleði boðskapana og oftar en við kannski hugum að hyggjum hefur drifið okkur upp. Við veitum þáttur allt að þá erum við á þessari leið og við getum sagt, ég er ekki að fara neitt, ég ætla að halda þessari leið áfram, ég ætla að vera með Guði drottni Jesú Kristi yfir líkur og það er rétt hugsun. En við vitum af öllu sem getur gerst. Það höfum við lært. Og það er ekkert skemmtilegt þegar það gerist, en við höfum lært vegna þess að við höfum leyft trúnni að kenna okkur. Trúin hefur kennt okkur marga leksíuna og við höfum lært af þeim vonandi flestum og kannski öllum. En við höfum lært. Þess vegna líka erum við hér. Að þjóna Guði, uppbera fólk og bæta líf þeirra, tala inn í kringumstæður og gefa ráð og uppböruðan eru hvatninga með réttu, því þú ert að tala guðlega og þegar þú tala guðlega þá gefur þú réttar ráðleggingar. Þú ert ekki að bera eitthvað fram á sjálfum þér. Þú ert að bera það fram sem að drottin vill að heyrist. Og hann getur notað alla. Hvernig sem ástandið á manninum er, að þá getur hann nota alla. Vistu af hverju? Að því að sá sem að drottin er að nota, hann gerir sér grein fyrir sínum veikleik og hann segir, drottin, nú ert þú tekin við, ég ætla að stíga til hliðar. Og hvað gerist í kjölfarið? Það kemur guðleg viska fram. Burtstöð frá öllu sem að þessi manneskja, segjum það, hefur þurft að glíma við. Hún er ekki þarna með. Guð er að tala. Jesú Kristus sjálfur er að tala. Akkur haldið þið að hann hafi gefið mig trú? Til að nota, til að hann geti talað í gegnum hana. Þetta er leyndardómur að eiga til trú.
Og þetta taka allir undir sem á annar borð, vita hvað máli snýst, að það snýst Jesú, það snýst þennan dag, það snýst framtíðina, það snýst eilíðina. En þessi dagur sker úr það hvort að ég komist þangað, því að þessi dagur gæti orðið dagurinn þar sem ég tek mína klikkuðustu ákvörðun að ég vilji þetta ekki lengur. Hvað væri þannig að klikkaðasta ákvörðun sem hvort sem ég að þú getum tekið. Þess vegna líka erum við að undirbyggja þetta. Að því við viljum ekki taka svona klikkaða ákvörðun. Við viljum verja það sem að Drottinn gaf okkur. Og Drottinn sér að þetta sé allt varið. En við verðum að vera þá í sambandi við hann. Við verðum að stíga til hliðar. Og við verðum að fyrirgefa sjálfum okkur, og sem mikilvægt, ef okkur finnst við hafa eitthvað gert sem var ekki rétt, og örugglega má segja sumt að það var ekki rétt. En við getum ekki stoppað þar. Við stígum bara yfir það, fyrirgefum okkur sjálfum og ykkurum öðrum ef þess þar, og höldum áfram. Því að framtíðin er hjá Guði. Lífið eilífa er hjá Guði. Hjá Jesús sem situr við hægri hönd lifandi Guðs. Og þetta er boðskapurinn sem lyftir öllu upp. Svo fyrir utan það, að þá vitum við að við erum að fara einhvað. Maður sem hefur dottið inn í sjálfan sig í deburð og leiða, hann er ekki að fara neitt. Hann bara horfir í göpni sér og upphugsar alls konar til þess að hann leiðist bara sem allra mest. Það er engin staður að vera á. En þetta er einn af stöðunum sem við erum samt á allt of oft og förum alltaf annað veifið á. Þess vegna eigum við trú. Þess vegna eigum við öll þessi orð. Þau eru til þess að vernda okkur frá því að fara inn á þessa staði, því að þeir eru þarna og þeir elta okkur. Það er stutt í þá. Það er bara ein hugsanavilla sem getur komið okkur þangað. En hver kemur okkur af þessu staði aftur? Hver annar er lifandi Guð og orðið sem hann hefur gefið okkur? Og þau pompa upp og við keyrum í herðarnar. Þannig gengur þetta fyrir sig. Og við eigum hvort annað og við viljum eiga hvort annað. Og þannig bara er það, hvernig sem við lítum á að maður brýnir mann, er það ekki annars þannig? Og þú hefur oft brýnt mig og ég líklega jafn oft þig. En því við erum hvort verið annað. Og þessi þráður mun ekkert slitna. Af hverju? Að því Drottinn sjálfur sér til þess að hann slitni ekki. Kannski á einhvern staði væru við til í að kutta á hann spotta. En þau eru að fara að beita brandinum, þá segir það býtu aðeins, leiðu mér aðeins að gera hérna fyrst áður þú skerðir þetta sundur. Og þú hættir við og svo náttúrulega bara leggur hnífinn frá þér því að þú ert bara komin á þann stað sem þú varst á áður. Þetta er líf mannsins. Það er svona svakalega sveiflótt. En þetta er ekki til að fyrirverða sig fyrir. Við erum öll á þessum stað. Við þurfum öll að glíma þessa glímu. En kannski munur á hvernig við gerum þetta. Þeir sem að halda alltaf áfram, eins og þú, og kannski ég, já. Heldur þú að við höfum ekki oft þurft að stíga yfir alls konar? Ef ég ætti að segja í öll skiptin sem eru þurft að stíga yfir einhvað, þá verður sennilega listin mjög langur. En það skiptir ekki máli. Málið er að við gerðum þetta. Og hér eru við erum að lofa Guð. Við erum að hvetja mann og annað til þess að lofa hann með okkur. Ekki að horfa í baksýnisspegilinn, ekki að horfa öxl, horfa fram á við, hvað er þar? Ljós Drottins, það er þar. Og hér er ég,
á minni vegferð með trúna í hjartanu mínu eins og ég verið síðustu, yfir 30 ár. Hún er þarna enn, öflugri talsvert en var þegar ég sté inn í ríki Guðs á jörðinni. Vegna þess að Drottinn hefur miskunn sig yfir þennan mann. Hann hefur oft sýnt honum sinn veikleika og svona eftir á að hyggja þá hefur maður bara gott að því að fá hann til sín vegna þess. Þetta segir manni bara það, Konráð, þú ert bara maður. Maður sem þarf á uppreisnum Jesú að halda í þínu lífi. Og þetta drífur mann upp. Þetta gefur manni kraft. Og maður sest ekki niður í einhverja sjálfs ásakanir. Nei, maður fyrirgefur sjálfum sér ef þarf. Og það er ætlast til þess að Guði að þú gerir það. Með öðrum orðum, þú gerðir upp þín mál. Voruð þið alvarleg? Ég veit ekkert um það og ætla ekki að tjá mig neitt um það. En það er ekki aðalmálið heldur að hér er ég að tala Guðs orð í mínum eldi sem hefur fyllt mér alveg frá því að ég byrjaði í þessu. Því Guð haldi honum við. Þið sjáu að Drottinn er ekkert búin að fá nóg af þessum manni og ég veit að þú ert ekkert búin að fá nóg af honum heldur. Það er ekki málið. Samt eru allar þessar sveiflur. Þetta fylgir okkur. Ef þú heldur að þú munir einn daginn yfirstíga þetta, þá segi ég, það mun ekki gerast. Þú mun þurfa að glíma við þetta allt saman aftur og aftur. Er þetta gleðifregn? Þetta er bara sannleikurinn. En þú hefur inn í þetta, sam og ég, trúnaðina. Og notaðu hana. Leyfðu henni að verka og virka í þér. Því hún er þarna til þess að þú eflist í trúnni. Og það er málið. Sama hvað hefur gerst, elstu í trúnni. Sama hvað hefur gerst, láttu ekki undan því að draga bara yfir því sængina. Og þetta í einhver þunglindi og einhver debur. Þú þarft það ekki. Þegar Drottinn er sami, kallaðu bara á hann. Og hvað? Hann kemur. Af því hann er fyrir þig. Fyrir einstaklingi þig. Og hvað meira? Hann gaf þér samfélagi. Sem er fyrir þig. Og fyrir allt þetta fólk sem er alveg eins og þig. Hann segir, elskiði hvort annað, sem segir mér það, Konráð, þú velur að elska. Þegar ég valið að elska, ég vona það að ég hef nú gert það oftar en ekki. En ég þarf að velja þetta. Þess vegna segir Drottinn, elskið hverja aðra. Þetta er ekki skipun, hann segir okkur að gera þetta. Akkur í. Að hann er að búa til samfélag sem okkur líður vel í. Hann hefur það markmið eitt að okkur líði vel þegar hann er með í spilinu. Og hann er það sem þú ert. Hann segir það sjálfur. Þess vegna gæti okkur alltaf liðið vel. En vegna þess að ég, segðu þetta með mér, þá er alls konar í gangi. En Drottinn er hinn sami. Ég get kallað eftir þessu. Ég þarf að velja þetta. Alveg sem ég þarf að velja það að elska, þig. Þannig er það. Þetta er náttúrulega miklar kvaðir, það veit ég. En hvernig ætlar að komast fram hjá þessu? Það eru kvaðir, lífið er sín kvöð. Lífið er sitt val. Ég vil að elska Jesús og ég bið hann að gefa mér elsku til þín. Þetta get ég gert. Og hvað meira? Ég held að Drottinn sé bænheyrandi Guð. Ég held að hann muni bænheyra mig þarna.
bænheyra. Við elskum bænheyrslu. Þetta væri góð bænheyrsla og góð bænheyrsla. Því oft hefur maður auðvitað upplifað hana á sjálfum sér, Jesú nafni. En hérna er ekki komin einhver tíma á þetta, ég veit ekki hvað klukkan er. En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.